Góðan daginn Þóra Guðbjörg. Guðrún Hvönn, góðan daginn. Sólveig Stefáns, góðan daginn. Bjarni Margrét, góðan daginn. Denni Bergmann, góðan daginn. Viðfrið Dóra, góðan daginn. Sigurbjörg Viðars, góðan daginn. Sigurlaug Hrönn, góðan daginn. Valdimar Gísli, góðan daginn. Gunnar Guðmunds, góðan daginn. Bryndís Richter, góðan daginn. Guðmundur Svöfu, góðan daginn. Hjartans þakkir. Anna Sif, góðan daginn. Hjartans þakkir, Bjarni. Góðan daginn, Einar Bárða. Ásta Samúels, góðan daginn. María Sigríður, góðan daginn. Áslaug Thelma, góðan daginn. Jóna Guðrún, góðan daginn. Hafdís Dóra, góðan daginn. Jæja, þá klukkan 9 þessum drottninsdegi en ein perlan og hálsvesti hamingjunar. Hér eru við saman komin í vakandi með Guðna. Hugleiða saman, vera saman, njóta saman og umfram allt að flytja okkur úr viðnámi og tregðu efa í athygli, ást og gleði. Og hér núna þetta er stundin þar sem allt er. Það er að segja þegar við erum. Kúnstin í þessum hugvekjum, hugleiðslum er að þjálfa vitund. Og þegar við komum saman til þess að sitja sem að er í sjálfu sér stóri galdurinn í þessu öllu saman. Að mæta inn í augnablikið og vera máttug vera. Að velja að vera í vitund en ekki fjarveru. Og auðvitað er þetta þjálfun. Vissulega er þetta ákvörðun fyrst og fremst en svo er þetta þjálfun. Og við notum allt umhverfið. Allar athafnir, hvað sem það er sturtan eða uppfærslu. Samtal, áheyrn til þess að þjálfa okkur í að vera, vilja okkur umbúðalaust. Og ég ætla að vitna í póstdagsins, vegurinn er ljós, afsakið. Framtak rífur aðgerðleysi, endurtekningin kemur skriði á hlutina, með því að fá á að skýra sýn þína daglega ásamt því að rifja upp heit þín, færist þú skref fyrir skref nær markmiðum þínum. Það sem gerist í huga þínum er mjög einfalt. Leið og þú ert kappsamlega heitbundin ákveðin í niðurstöðu, byrjar hugur þinn að grannskoða víðáttu meira umhverfi og festa athygli þína á ábyrjandi atburðum og tækifærum. Ég sannfærður að hugur þinn gerir meira. Í lífi okkar höfum við öll upplifað hið undursamlega fyrirbæri að rétta fólkið, rétta hugmyndin og réttu tækifærin birtast á réttum tíma og í réttri röð. Þetta gerist þegar við erum til staðar, opin og full trúnaðar traust. Sýn þín og áform þjóna sem siglingatæki í vinnslu undir meðvitundar þinnar. Þau munu leiðbeina þér við val þitt, svo afstaða þín að leyfa það þýðir að ferðin er ferli ekki áfangastaður, njóttu ferðarinnar og vertu til staðar. Og þetta er kúnstin, að vera til staðar, að vera en ekki að vera fjarvera. Og við vitum að þetta er líka áskorun, það er að segja, flest okkar erum þjálfuð í fjarveru og þjálfuð í að gera en ekki þjálfuð í að vera. Hins vegar á því augnabliki sem við tökum ákvörðun að mæta, að þá byrjar önnur vegferð. Vegurinn er ljós. Tilgangurinn er ljós, skýr og tilgangurinn verður kjölfesta og undirstaða ástríðu, innblástus sem verður síðan ljósið, myndin, sýnin sem verður að markmiðum. En þetta ferðalag er andartak fyrir andartak, augnablik fyrir augnablik. Dag fyrir dag og hver einasti dagur er perla og hálsvasti hamingjunar
perla sem við megum njóta. Og mér tamt að segja að hamingja árangur en ekki árangur hamingja. Kúnstin að skilja að þetta augnablik, þessi andardráttur, allt sem alltaf. Það engin fortíð, það engin framtíð, það bara núna. Og bæði þunglindi og kvíði, þar að segja, ótti við framtíðina og angist úr fortíðinni, hugarvíl. Það sem við köllum þráhyggja, hugsýki. Við erum ekki þessar hugsanir, hvort sem þær eru straumharðar eða hvort þær eru lygnar. Við erum sál, orka, ljós, kærleikur, vitund, viska, líf. Og þetta ljós, þetta líf, þetta býr í hjartanu, í einingu hjartans. Það talaði að hjarta sé sæti sálarinnar. Þar ljósið okkar, þar kjarni okkar tilvistar. Og þangað ætlum við að mæta, við lygnum áttur á augunum og komum inn í vitund hjartans. Byrjum að anda ofan í þessa vitnesku, þessa vitund. Öndum inn í tilfinninguna, þakklætið sem við upplifum í brjósthólinu. Og byrjum að skynja að tilfinning þakklæti sem að breiðist út. Hugsunin vissulega hvati og þakklæti getur við kurteisi, þar að segja frasi, en það sjálf tilfinningin sem upplifun og það tengingin við okkar eigin tilvist, við veruna og síðan við allt okkar umhverfi. Og við öndum bara inn í hjartað, ofan í lungun og inn í hjartað og leyfum hjartanu síðan að dæla næringunni, ástinni út í hverja einustu frumu okkar tilvistar. Færum tungubrotin upp í þak gómsins og byrjum að leyfa hjartanu og orku hjartans að flæða upp inn í þriðja augað, inn í innsæið, og við sjáum fyrir okkur að vegurinn ljós, að okkar ljós, tendrað ljós, lýsir upp okkar vegferð velsældar til gönguna sem við með framgöngu, með framtaki, með áræðinni stígum skref fyrir skref. Og við njótum ferðalagsins. Þegar við viljum okkur umbúðalaust, þá ekkert viðnám lengur. Engin tregða, engin efi, engin ótti, bara ást, bara ljós. Og þegar við tölum athygli og viðnám, þá erum við að tala fyrst og fremst athygli sem ljósmagnið, sem við höfum, auðlindin sem við höfum til ráðstöfunar, og viðnámið hins vegar tregða hugans, hugarvíl, tvíhyggja, afstöður, dómar og gagnrýni, sem við sjálf erum að telja okkur trúum. Það engin hræddur nema hann sé að hræða sig. En það heldur engin ást og athygli nema hann sé að elska sig og njóta sinna tilvistar, njóta sinna birtingar. En þetta kúnstin sem við stöndum frammi fyrir, að vilja okkur eða vilja okkur ekki. Og þegar við höfnum okkur, afneitum okkur og yfirgjöfum, þá erum við líka að aðskilja okkur frá ljósinu, frá orkunni, frá tilverunni, frá öllu sem Þannig að það mikið í húfi. Komum inn í þennan dag, inn í þessa blessun, í vitund hjartans og ásetjum okkur, heitbindum okkur til að vilja okkur umbúðalaust hvað sem gengur á, hvar sem við erum, hverja sem aðstæðunar eru,
hver sem birting okkar á þessu augnabliki, viljum okkur umbúðalaust. Eina sem þarf til að vilja sig umbúðalaust að fyrirgefa sér, láta af oki hugans, láta af fortölum, láta af vanmætti, láta af viðnámi og koma inn í þessa birtingu, þennan andardrátt, þetta augnablik. Þar frelsi, þar eru möguleikar og síðan byggjum við á þessu augnabliki, augnablik fyrir augnablik. Engin eftirsjá yfir lengur, engin efi og kvíði vegna væntanlegar framtíðar sem ekki til, heldur bara núna hér kærleikur. Þessi andardráttur. Tungubróturinn kemur upp í þak gómsins og við leiðum orkuna upp og öndum núna hér, hlustum á andardráttin, heyrum í léttu kokhljóði þar sem við þrengjum örlítið að öndunni, kallum þetta sjávarfallsöndun og leyfum okkur að njóta. Við skynjum hvernig súrefnið snertir nasavænginn á leið sinni inn í líkamann og við öndum vissulega inn í lungun, leyfum þindinni að þenjast, en við erum fyrst og fremst að anda inn í glatt hjarta, inn í tilurð ljóssins. Finna hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann. Finna fyrir orku og stuðning jarðarinnar, krafti og visku. Við veljum að vera hér núna í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrrð, og við njótum og þiggjum, finnum fyrir djúpri kyrrð, slökun, velsæld, þakklæti. Við skynjum að hjartað opið og við heyrum hjartað slá og lungun þenjast. Við heyrum okkar hljóm, tón og tíðni og við spyrjum, erum við í samhljóm? Við sjáum fyrir okkur sól hjartans rísa og finnum hvernig kærleiksríkir geislar sólarinnar byrja að fylla líkamann af yl og blíðu, kærleik, orku. Við finnum hvernig kærleikurinn bræðir allt viðnám og hvernig streita og þreyta líða úr líkamann og við sleppum enn frekar, slökum á, njótum, þiggjum, erum, finnum fyrir blíðu og kyrrð, finnum ylinn streyma, finnum að með hverju andartaki þá vex þessi ylur og blíða, smá saman byrjar orkan að flæða ofan í kviðarholið. Og við finnum hvernig kviðarholið fyllist af ljósi og yl, kyrrð og blíðu. Við finnum að líffærin sleppa og slaka og við njótum. Við finnum að allar frumur kviðarhols eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum að við erum böðuð í ljósi. Við finnum að ylurinn blíðan flæðir inn í neðra bak, mjaðmir og rass vöðva. Finnum mjaðmirna mýkjast og slakna, rass vöðvana sleppa. Finnum að ylurinn værðin flæðir djúpt inn í grindarbotnin, djúpt inn í vöðvana sem við notum til að halda aftur af okkur með og til hægða, og við finnum fyrir enn frekari slökun, kyrrð og velsæld. Við finnum að allar frumur neðra baks, mjaðma og rassvöðva eru fylltar með ljósi.
umvafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum að ylurinn og blíðan, værðin flæðir niður fótleggina. Finnum fótleggina mýkjast og slakna. Finnum hvernig viðnámið hverfur þegar orkan flæðir áfram í gegnum hné, kálfa, sköflunga, ökkla og iljar. Við finnum að fótleggirnir liggja í faðmi móðurinnar mjúkir og slakir og að allar frumur fótleggja eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum að ylurinn, blíðan, orkan flæðir upp bakvöðvana. Við finnum bakvöðvana mýkjast og slakna. Við finnum að höldum ekki lengur aftur af okkur. Framgangan er eðlileg. Opinberun og birting okkar ljós á þessari vegferð er studd. Við finnum að allar frumur bakvöðvana eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum fyrir styrk, gleði, áræðni, krafti. Við finnum að ylurinn, blíðan flæðir út í herðar og axlir. Finnum herðarnar mýkjast og slakna, axlirnar sleppa. Við finnum að ylurinn, værðin flæðir niður handleggi, framhandleggi, handarbök og fingur. Og við finnum fyrir yl lífsins í lófum, lífafli og kyrrð. Og við njótum og þiggjum, finnum að handleggirnir liggja við hlið okkar mjúkir og slakir og að alla frumur handleggja og herða eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endurnærðar. Við finnum að ylurinn, blíðan flæðir upp hálsvöðvana, aftanverða og upp í hnakkann, hvirfil, enni, andlit. Finnum andliti mýkjast og slakna, kjálkana sleppa. Finnum að ylurinn, værðin flæðir niður hálsvöðvana, framanverða inn í bringuna, inn í brjósthólið, inn í rými hjartans og lungnanna. Hjartað sem slær af hamingju og lungun sem þenjast af gleði. Og við veitum meira rými fyrir hamingju og gleði í lífi okkar. Opnum hjartað og finnum fyrir frið og þakklæti. Finnum að allar frumur höfuðs og hálsvöðvar eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endurnærðar. Finnum frið og hvíld. Finnum hvernig að ylurinn streymir út í hvern einasta krók og kima. Finnum hvernig iljarnar snerta jörðina og orka. Móðurnar streymir upp iljarnar. Finnum hvernig að hvirfillinn teygir sig upp í dygðir himnanna og hvernig andinn snertur okkur, föður orkan. Skynjum að við erum umvafin sviði ástarljós, eins og fiskur í vatni eru við í vitund og sviði orkunar. Umvafin af ást. Og þegar við komum inn í þakklæti þá tengjumst við þessari orku, þá er engin aðskilnaður. Þegar við viljum okkur, þá erum við hluti af þessari birtingu. Þessi orka sem er allstaðar alltaf. Og þegar við erum þá nærumst við, tengjumst við, þiggjum
Við höfum vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, óháð athygli og að allt sem við beinum athyglinni að, veitum athygli, vex og dafnar. Og við veljum að veita okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Við erum vakandi vitund. Við höfum fyrirgefið okkur og sleppt. Við veljum því viðbragð í stað þess að bregðast við. Við erum ábyrgar fullorðnar verur og getum borið heilan ávöxt. Við höfum tilgang. Við skiljum að tilgangurinn er undirstaða sökkull, forsenda innblástus og ástríðu. Og ástríða er ljós sýnarinnar, sýna sem umgjörn markmiða sem að gerast í augnablikinu, en ekki á áfangastað. Og við njótum ferðalagsins. Ánægjan er núna hér gleðin, upplifun og við njótum ávaxtana, uppskerunar. Við erum heitbundin og lofuð til fullsinn í okkar eigin tilvist. Við skiljum að orð okkar er heilagt og þegar við höldum það, að þá verðum við trú og verðug og heimild okkar fyrir velsæld og gleði, styrkist og magnast. Við skiljum að vilja er verknaður, ekki von eða væl eða löngun eða þrá, og framgangan opinberar velsældina, virðinguna í okkar eigin garð, framgangan opinberar okkar viðhorf, heimild sem við höfum áunnið okkur og einsæið vísar okkur veginn út frá einlægu hjarta og við erum vitni í eigin tilvist. Engin dómari, saksóknari eða böðurlengur, heldur bara kærleikur. Og ef maður stígur að vegi og gleymir sér, að það hjálpu okkur og reisum við. Og við erum þakklátt, stöðugt þakklátt, tengd. Og í þakklætinu er bara friður, bara kærleikur, bara ást, bara ljós. Í þakklætinu er engin skortur, ekkert viðnám, bara friður. Við erum. Ljós. Vegurinn er ljós. Og á þessu augnabliki skiljum við að það er ljósið sem af okkur skín sem birtir upp þennan veg, þessa vegferð sem er vörðuð af áræðinni og heilindum, sem er vörðuð af einlægni. Og við öndum inn í þessa birtingu, inn í þetta augnablik, inn í þetta ferðalag og við leyfum okkur að þiggja, leyfum okkur að vera í þessu augnabliki á þessum stað og skilja að þetta er réttur okkar að vera friður, vera ljós. Við færum innblástur í líf okkar með því að standa við heitbindingur okkar í hversinn sem við tökum frumkvæði og hefjumst handa, styrkju við okkur sjálf. Það er mikilvægt að muna að þær tilfinningar sem þú viðheldur sjálfan þig og gildi þitt munu ákvarða getu þína til að veita viðtöku og ákvarða auk þess hvað þú leyfir og laðar að lífið þínu. Leyfðu veginum sem þú valdir að koma í ljós. Aðeins þeir sem vita ekki hvert för þeirra er heitið eru að flýta sér. Þeir sem vita hvert þeir eru að fara að leyfa það einfaldlega og þvinga ekki. Þú áttir tilgang og sýn. Það sem þú vilt núna er að halda þig á brautinni með elju og stöðuleika í hugsun og sýn sem að þú hefur valið að fylgja.
Og þetta val sem við tölum er valdið sem okkur er gefið. Þegar við viljum okkur þá verðum við viljandi skaparar í vitund og erum að valda okkar tilvist. Það eru afleiðingar af hverjum einasta andardrætti, hverjum einasta munnbita, hverjum einasta hugsun og öllu sem við gerum. Ekki rangt eða rétt, heldur bara orsök og afleiðing. Það sem við gefum er það sem við þiggjum. Það sem við gefum er það sem við erum. Það sem af okkur skín og frá okkur skín opinberar okkar viðhorf til okkar sjálfra og þannig löðum við að okkur inn í þá gjöf. Og við lygnum aftur augunum, komum með tungubrotin upp í þak gómsins og leyfum okkur að sitja í þessari vitneskju. Þessi vitneskja býr í hjörtum okkar allra og það sem við gerum með því að koma svona saman, sitja saman, hugleiða saman, hugvekja saman er einfaldlega að rifja upp þessa vitneskju, þessa þekkingu. Þegar við mætum þá verðum við máttug og mætar verur og það er það sem er allra mikilvægast alltaf, það er að mæta. Öll vitundarþjálfun gengur út á þetta. Sama hvaða leiðir við notum til að þjálfa okkur, það að vera er styrkur, áræðni, hugrekki. Það að vera ekki er vanmáttur, fjarvera og aðskilnaður. Og ég ger ekki lítið úr þessu, við sem samfélag höfum þjálfað okkur í fjarverunni og við erum ánetjuð fjarverunni, vanað, vönuð í því að vera upptekinn og á hlaupum. En við getum núna og svo núna ákveðið að vera hér, þjálfa og styrkja þessa vitund, þennan andardrátt og þannig smá saman verður veran varanleg. Þetta er það sem að fyrir okkur liggur. Á sama tíma og við verðum og erum varanlegt ljós, að þá erum við fordæmi í okkar tilvist og erum að styrkja ljósmagn heimsins. Við erum pera á seríu tilverunar og þegar við tendrum okkar ljós að þá erum við að tendra ljós tilverunar saman og í þessu liggur styrkur okkar. Í þessu liggur valdið sem við höfum, ekki bara eitt og sér, heldur sameiginlega. Þannig að þegar við komum svona saman í svona stórum hópi, að þá erum við að magna bæði upplifunina sem við sjálf verðum fyrir og síðan heildin og þá leið okkar framlag til tilverunar sem á þessum tíma þarf á stuðning að halda. Kraftur, hugrekki og áræðni er það sem skiptir máli núna. Útgeislunin okkar er ekki bara ára og svið, heldur líka ónæmiskerfið okkar. Og ljósið hrindir frá skuggan, myrkrinu. Þar sem það eru tvö rými, annað er fyllt með myrkri og hitt er fyllt með birtu og ljósi. Ef að dyrnar eru opnar á milli þessara tveggja rýma, þá flæðir ljósið undantekningarlaust inn í myrkrið, en ekki myrkrið inn í ljósið. Það er gott að hafa þetta hugfast, að þegar þið eru tendruð og ljósið ykkar er sterkt, þá eru þið varin af einlægu hjarta. Og við öndum ofan í hjartað okkar, inn í þessa vitneskju, inn í þessa stund, þetta augnablik og njótum. Hægjum á öndunni, svo kostur er. Komum í vitund hjartans, setjum vinstri hönd á hjartað, í hjartastað og síðan hægri yfir. Finnum ylinn sem að streymir frá höndunum inn í hjartað og öndum mjúklega inn í þessa tilfinningu. Inn í tilfinningu og vitund þakklætis.
Leyfum þessari orku, þessum þessari blíðu að streyma alla okkar tilvist út í hverju einustu frumu, krók og kima. Og að því augnabliki sem við finnum að við erum fyllt af andagift og ástríðu, blessun, krafti, áræðni, hugrekki. Og þá opnum við hjartað til þeirra sem að næst okkur standa eða þeirra sem að koma í huga eða hjarta og deilum þessu ljósi. Gefa. Og við munum að við erum það sem við gefum og ég hvet ykkur til að vera ljómandi, skínandi, bjartar verur. Ykkur sjálfum til handa og öllum öðrum. Og við viðhöldum þessu ljósi og þessari birtu í gjöfum okkar. Hjartans þakkir fyrir samveruna í dag, fyrir fallegu kveðjurnar, fyrir stuðningin. Mikill kærleikur og ljós. Takk fyrir mig.